Sæll. Hérna er vídeo af Naraband-samsetningunni sem við gerum í sumar. Hér að ofan þá sérðu samsetningu sem þú gerir fyrst og svo hérna fyrir neðan er samsetningin sem þú gerir síðan seinna á æfingunni. Þannig að kíkjum aðeins á þetta. Ég ætla að gera þetta aðeins hægar. Fyrst sjáðu hérna á báðum myndböndunum horfðu á hægri handlegginn á þér. Þegar þú snýrð þá byrjar að snúa með handlegginn eiginlega alveg beinan og svolítið langt frá líkamanum hérna. Og þetta er ekki góð tækni. Reyndu að hafa hendurnar aðeins nær líkamanum og snúa með boginn olnboga. Ef þú verður að gera einhver önnur spörk eins og sum gagnarósaspörk þá stundum viltu að hafa handlegginn beinan, en jafnvel þá þarf hann að vera aðeins nær líkamanum, ekki svona hátt uppi. Þegar sérðu að hérna er alveg heilmikið bil á milli. Þannig að byrjaðu að reynda að beygja olnbogann þegar þú snýrð. Og svo hérna snúningurinn. Fínn snúningur. Hérna er uppstökki alveg að koma. Hérna er seinna skipti. Hérna. Þá, ef þú horfir á standfótinn á þér, hann þurfti að vera snúið aðeins lengra. Þetta er betra hérna á þessari mynd. Af því að horfðu á hvað hnéð á þér vísa. Hnéð á þér vísa beint áfram. En hérna neðan þá vísa hnéð á þér svolítið svona á ská. Og tærnar á þér líka. Horfðu á tærnar hérna á standfætinum hér. Mótið tærnar hér. Þannig að í fyrra sinn ertu í aðeins betri stöðu til að ná góðu uppstökki. Og hér er stökkið sjálft. Þetta er rosalega boginn hérna, ef þú hallar mjög langt aftur hérna í fyrra sparkinu. Aðeins betra hér. Og þetta er bara nokkuð góð staði á bakinu og hérna megin. Þetta er sparkið með lendingunni, mjög góð hérna hvernig þú hittir í púðan, beint í miðjuna, en sjáðu hér að þú hittir í púðan. Báðum myndunum hittir í púðan áður en að fóturinn snertir gólfið. Og þetta er ekki gott. Ástæðan fyrir að þetta er líklega að gerast ef við spólum aðeins tilbaka er að akkurat þegar þú ert að koma úr þessari stöðu hér, þá skaltu reyna að skipta þessum fæti eins hratt niður í gólfið og þú getur, og það mun hjálpa þér að hérna lenda á sama tíma. Þannig að ef þú sér það hérna aftur, fóturinn aðeins snertir ekki gólfið hér eða hér. Þannig að reynda að snerta á sama tíma. Það er bæði betra fyrir sparkið sjálft og líka fyrir hreyfanleikann. Sparkið mun að vera fastara, það er miklu verra ef þú fær gagnarós í því svona þegar þú ert ennþá í loftinu. Og hvað annað, öxlin á þér hérna, þessi hönd er svolítið langt fyrir aftan. Hún er á aðeins betri stað hérna. Og þú sér líka hvernig meðvinnaður er hérna í fyrra sinn. Hún snýr aðeins betur. Og svo næsta. Höndin langt frá líkamanum.
líkamanum. Snúningurinn. Þetta það sama ég sagði áðan. Að reyna að láta hnéð snúa aðeins meira fram hérna þessari stöðu. Þetta er töluvert betra núna heldur en það var áðan. Og stökkið. Já, ef þú segir hérna á neðri myndinni. Hérna. Nú er fóturinn að lendur þegar fóturinn hittir í púðan. Bám, hérna. Sem er aðeins betur heldur en það var áðan. Þú mátt snúa standfætur aðeins meira hérna neðan. Ef þú horfir á efri myndina, þá sérðu fóturinn ekki í gólfinu ef þú ert búinn að hitta í púðan. Og það sem ég myndist af við handleggurinn var í miklu betri stöðu hér heldur en það var áðan. Góður snúningur á meðanum, sparkar vel í gegnum skotmarkið og fóturinn er beint fyrir neðan miðjuna.